Og þess vegna hef ég velt því fyrir mér hvort að við eigum að taka upp einhverja hluti eins og þessa sem eru hér á skjánum. Eigum við að kenna börnum frá unga aldri virðingu? Hvað er hún? Til hvers er hún? Hverju skilar hún? Eigum við að vera að tala við börnin hluti eins og siðferði? Hvað er gott og vont siðferði? Og svo framvegis. Hvernig skilgreinum við þessu hugtök? Hvernig nýtum við þau? Hvað er gott gildismat? Eigum við að kenna börnum að læra í staðinn fyrir að kenna þeim? Til dæmis, kennum við börnum samúð, að hafa samúð með samfélaginu, að hafa samúð með þeim sem eru kannski að ströggla í bekknum sínum, eða eru við að hundsa þessar hugsanir og þessar kenningar vegna þess að það er kannski engin kennslubók til yfir þetta. Eru við að nota svona hugtök, heiðarleiki, til þess að tala þessa hluti við börnin okkar? Nei, ég held ekki. Skynsemi, þetta er nú eitt svona hugtak sem er mikið notað og þetta er gamalt frasi það að almenn skynsemi sé ekki mjög almenn. Og mér langar að segja ykkur mjög stutta sögu sem að sannar það kannski einhverju leyti að í Bandaríkjunum fyrir 2 árum síðan þá fór háskólakennari með son sinn á hafnaboltaleik í Detroit og sonur hans var 10 ára gamall og þeir voru að horfa á leikinn og skemmtu sér ágætlega og svo segir sonurinn við pappa sinn, pappi, ertu ekki til að kaupa handa mér appelsínudjús? Og það var auðvitað sjálfsagt og hann fer á sölustandinn og næri eina flösku af appelsínudjús og strákurinn fer að súpa á dreiknum og síðan vitum við ekki fyrir til en að það kemur einn af stæðavörðunum á leiknum og grípur í strákinn og pappan og dregur það fram. Og þá kemur í ljós að þessi djús sem hann var keyptur er áfengur og er svona 4% áfengur drykkur og það er kölluð til lögregla og það er kallað til sjúkrabíl og fluttur drengurinn og pappinn upp á spítala og þar er eitthvað skoðun og eitthvað mikið hafir í og þaðan eru þeir fluttir á lögreglustöðina og það er barnið tekið af föðunum í 3 daga, sett inn á fósturheimili á meðan að frekari rannsókn fer fram og síðan koma þau fyrir dómara eftir 3 daga og það er óskað eftir því að drengurinn fá að flytja aftur heim til föðursins og móður og það er leyft með því skilyrði að faðirinn flytji á hótel í 2 vikur á meðan að frekari rannsókn fer fram á þessum atburði. Og þegar þetta mál var skoðað ofan í kjölinn þá sögðu allir sem að því komu já við vitum að þetta er ekki endilega rétta leiðin en þetta eru leiðirnar sem eru varðaðar í reglugerðum og vinnureglum okkar. Þannig að við erum að verja okkur með því að fara eftir þeir leiðum sem við erum búin að ákveða eigi að fara. Og ég held stundum að við sem samfélag, ekki bara Íslendingar heldur Vesturlönd öll, við erum komið svolítið út af sporinu. Við erum búin að segja við okkur sjálf að fólk er ekki treystandi til að taka skynsamar ákvarðanir. Og það þarf að setja allt í reglur og lög og þá að refsa fólki sem að fer ekki nákvæmlega eftir bókstafnum. Ég held að séum algjörlega á rangri leið þarna. Nú við þurfum að kenna börnum á mínum mati að hafa umhyggju fyrir samfélaginu, fyrir samborgurum sínum og svo framvegis. Þannig að þetta er nú bara nokkur hugtök af mörgum, þau getur verið mikið fleiri og mikið dýpri, en þetta er svona það sem að hvíldi á mér varðandi þessa hluti. Ef við skoðum aðeins hvernig þróun er hjá okkur hér á Íslandi í brautskráningum úr íslenskum háskólum, á 10 árum að þá fórum við úr því að búa til 1600 útskrifaða háskólaborgara í það að búa til 3600 háskólaborgara á ári hverju. Nú við erum búin að komast að því að við ætlum ekki að vinna í sjávarútvegi, því að það er engin störf að myndast þar, þannig að við verðum að búa til verðmætt störf fyrir þetta verðmætta fólk. Og þá þurfum við að spyrja okkur að því, hvernig verða vinnustaðir framtíðarinnar? Hver verða verkefnin? Í hverju verðum við að vinna hérna sem þjóð? Og það er auðvitað dálítið einkennilegt að fatta það núna 2009 að þessi þjóð hefur enga framtíðarsýn og hefur aldrei haft. Það er bara svona hver dagur og hver mánaðamót og vonandi skólar okkur eitthvað áleiðis í átt að betra mannlífi en við eigum enga sameiginlegan áfangastað. Og þjóð sem á ekki sameiginlegan áfangastað, hún næri aldrei á áfangastað. Það er alveg klárt. Þannig að ég legg nú til að þessi bygging verði ekki byggð í Reykjavík, en hún er gríðarlega tilkomumikil og þetta gæti auðvitað verið vinnustaður framtíðarinnar. Það er sagt að börnin sem eru núna að hefja nám, þau kom út á vinnumarkaðin 2030. En hvaða vinnumarkað eru þau að koma út á? Út á hvaða vinnustaði? Gera hvað? Við vitum alla hvernig næsta vika verður, hvað þá eftir 5 ár, en við þykjum samt geta kennt börnunum okkar hvernig þau að verða góðir þegnar og gegnir þáttangandur á vinnumarkaðnum 2030.
Nú en sagan auðvitað full af dæmum af fólki sem að fór ekki hina hefðbundnu leið í skólakerfinu, fann sér ekki neina samsvörun í kerfinu, fannst ekki kröftum sínum vera vel borgið í því að ganga þennan veg og þið með ekki skilja þannig að ég sé á móti menntakerfum alls ekki. Ég held bara að við þurfum að vera einstaklingsmiðaðri í því sem við erum að kenna. En þetta fólk fór algjörlega óttalaust út í lífið og það breytti veröldinni sem að við búum við í dag. I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands singing, how do you come?